Góðan daginn. Ég ætla að halda áfram að tala um byggingar og núna er það áframhald af hindrunum fyrir hönnuði. Það er nefnilega svolítið langur kapítuli sem að þar er í gangi. Og það er mikið hluti eins og afturvirk lög og afturvirkar reglur og svo framvegis, mikið það. Og fyrir þá sem að eru hafa eitthvað vit á lögum eða hafa eitthvað vit á átt að segja á því að afturvirk lög má aldrei setja. Það hafa lögspekingar sagt. En það vefst nú ekki fyrir íslenskum ráðamönnum að setja afturvirk lög. Það er gert nánast á hverju alþingi, setja afturvirk lög og svo afturvirkar reglugerðir og svo framvegis. Hvað er afturvirk í þessu? Jú, það eru menn sem hafa lokið prófi í verkfræði. Þeir hafa orðið að sæta nýjum hindrunum. Það er að segja, það er að koma ný skilyrði fyrir þeir geti starfað. En það er nú annar mál, en við skulum ekki fara mjög djúpt í það. Það er þessi skilyrði sem hafa komið inn hægt og rólega, eitt og eitt, já. Það er náttúrulega svona að taka til litlum sneiðum og það er alltaf verið að bæta í. Við skulum til dæmis taka nýútskrifaðan verkfræðing og hann getur hafa unnið nokkur ár í erlendis í góðum verkefnum, kemur heim og ætlar að fara að vinna. Hann ætlar að vinna sjálfstætt og hann vill fara að hanna hús og byggingar og svo framvegis. Nú hann rekst á það að þurfa að hafa starfað einhvers 3 ár en þar af 1 á Íslandi. Hann þarf að starfa hjá einhverjum aðila sem hefur þessi réttindi. Væntanlega þá þessi 3 ár, öll þessi 3 ár hjá einhver sem hefur réttindi. Sem hefur þessi réttindi sem koma náttúrulega bara í upphafi frá Guði, ekkert annað. Því að fyrstu mennirnir sem fá þessi réttindi eru náttúrulega bara sérútvaldir, hlýtur að vera. Nú, þá höldum við áfram með það og hann þarf að vinna 3 ár og segjum hann gerir það og það er óljóst hvort hann getur starfað við öll svið verkfræðinnar, þetta er sérsvið, ég skil það ekki. Og burðarþollagnir og loftræstikerfi og rafmagn, þetta er allt saman einhver sérsvið. Kannski rafmagn er nú svolítið öðruvísi fyrir byggingaverkfræðinga, en það er alveg sama. Nú, hann fer og vinnur þessi 3 ár, svo fer hann í námskeið hjá embættismönnum hvort hann kunni að lesa reglugerðir og lög og að því að það er svo sérstakt á Íslandi allt saman, sjáum við. Það er þetta ekki neitt sérstakt, það er mjög sérstakt líka á Norðurlöndunum, til dæmis eins og Gröndum eða það að byggja á leirnum. Hann er mjög óstöðugur þessi leir, getur verið það og hættulegur. Og svo er náttúrulega jarðskjálftar það líka og það eru hrun úr fjöllum og mjög hættulegt í Noregi og er bara eitthvað sem að menn bara lifa við, hrun og flóð. Nú, höldum áfram með þetta, hann klárar þetta námskeið og gerir það. Það er nú ekki nóg. Hann þarf að fá sér gæðakerfi svo kallað og enginn veit hvernig þessi gæðakerfi er inn að vera virka. Þetta er ákveðin svona, ef menn ætla að uppfylla það, þá gera menn lítið annað heldur en að uppfylla gæðakerfi. Það fer lítill tími í að vinna sjálf verkin, þetta er miklu meiri tími í það að skoða gæðakerfin og setja réttu staðina, setja þetta allt á réttan stað. Nú í gæðakerfunum. Nú, það er nú ekki nóg að hafa gæðakerfi, það er alls ekki nóg. Það þarf líka, nú þarf hann að fá sér tryggingar og tryggingarnar eru dekka náttúrulega ekki stórslys, en ef við tökum þetta bara svolítið eins og þetta ef menn lenda í að gera stóra vitleysur, þar sem það getur orðið stórtjón, þá finna menn það út að það er að vera persónulega ábyrgð henni aðeins. Og þá lendir það fjölskyldu hennar ef hann á
einhverjar eignir eða hvort sem hann á eignir eða ekki. Það lendir á fjölskyldunni. Og það þarf ekki að vera að þarna séum að ræða neitt. Þetta getur verið álitamál hvort að hönnuðurinn beri ábyrgð eða ekki, til dæmis, og fellur á ýmsið. Við vitum þá í dómstólum þá fellur þetta með ýmsum hætti. Það þarf ekki að vera samkvæmt eðli málsins, hvernig það sko. Nú, við skulum halda áfram. Það er ekki búið þá að fá sér gæðakerfi og uppfyllir það allt saman og tryggingar og allt þetta. Heldur svo þarf að fara í endurskoðun á gæðakerfi. Þá er verið að bæta í gæðakerfin og breyta þeim og gera þetta og auka við og þetta er allt saman í mínum huga og ég held að það sé ótvírætt að þarna er maður að afturvirka reglur sem hafa verið settar á starfsemi hönnuða. Og þetta á auðvitað ekki bara við verkfræðinga, þetta eru arkitektar og tæknifræðingar og svo framvegis. Nú, við hérna á Íslandi höfum gert þetta svona og ég get bara ekki fundið þetta neins staðar annars staðar að það sé neitt í líkingu við þetta. Það er ekki hægt. Ég veit að ég hef lent í því að gera gæðakerfi svona í Noregi. Þá er bara gert bara svona skema sem það fyllir út hvernig teikningar eru skoðaðar þegar menn eru að vinna. Það er bara þannig, þetta er lagt fyrir byggingarhönnunarembættin og það er bara, svo er það búið. Það þarf ekkert meir. Nú, þetta eru þessar aðalhindranir sem eru þarna, þannig að það má segja sem svo ef að menn eru kannski 4 til 6 ára að læra verkfræði, það fer eftir í hvort þeir sumir taka meira í verkfræðinni og þá er það kannski lengri tími, 6 ár, allt upp í 10 ár sem getur verið, ef menn fara í doktorsnám og svo framvegis. Svo ætla menn að fara að vinna sjálfstætt, þá þarf að vera 3 ár að starfa hjá einhverjum öðrum. Og það er ekkert að menn vilji það eða hafi áhuga á því að starfa hjá einhverjum öðrum. Þannig að þetta er gert til handa án efa stærri aðilum sem eru í þessum þessari, og ég tel að það sé fyrst og fremst verkfræðistofur sem eru stórar. Þær vilja hafa þetta svona. Það er þægilegt. Nú, og þetta er einokun í raun og veru á þessu öllu saman sem er í gangi. Og það er mjög vont fyrir alltaf, einokun er alltaf slæm. Hún er alltaf slæm. Nú, ég hef nú talað um þetta og þetta er svona nokkurn veginn búin að klára þetta varðandi hindranir á hönnuði og þessi afturvirku lög sem stundum eru og fyrir suma og hvernig það er verið að breyta þessu og bæta í og búa til ný skilyrði og svo framvegis. Og niðurstaðan náttúrulega er svo að þetta skilar engu. Þetta skilar bara því að það fer meiri orka í aukaatriði frekar en aðalatriði. Ég ætla ekki að hafa þetta lengri í bili, þá er ég búinn að klára þetta með hindranir vegna hönnuða. Við hönnuði, það er næsta dagskrá verður hindranir gagnvart iðnaðarmönnum og hversu þungt þetta er allt saman í vöfum þar. Takk fyrir.